Takk fyrir. Verið velkomin. Þegar aldrei sé þetta orð höfuðástaráður, ég lærði það af Helga Tómasinni sem hér situr. Þetta er þýðing á þekktri stærðfræðiaðferð sem er kennd við principal components. Og ég hef verið hérna framan af, en svo mun vonandi meiningestur vistast sem var líkur sögunni sem ég ætla að hefja hérna ykkur þar. Málið er þetta. Ég er að vísa fyrir ykkur 12. ritgerðinni okkar Gylfa Sóleyjar. Og þær fjalla allar saman hluti, þær eru samt ekki allar eins, því að við nálgumst viðfangsefni frá ólíkum hliðum. Og viðfangsefni er þetta hvernig stendur á því að sum lönd sem ætti að vera moldrík að þau eiga svo mikið af olíu og öðrum auðlindum, eru það ekki. Þetta er langur listi og það er mikið lendirísku litteratúr sem rennir stoðum undir þessa ólíklegu niðurstöðu að það er svo náttúruauðlindir séð þeir eru ekki vel gætt og séð ekki vel stjórnað, það er ekki sem draga lönd niður til áskilmaniti. Ég er ekki bara að tala Ísland og Venesúelu, ég er líka að tala Mexíkó og Nígeríu og Angólu og margir 10 landa. Og ég hefur skoðað þetta í allsum dörum í núna 30 ár. Og veltum ýmsum flötum og nú er einn flötur enn kominn. Og við erum verið sem er 13. greinin í smíðum sem við nánar í saumun á því. Og það sem við gerum hér er að skoða málið upp á nýtt, það er það sem við hafum með fresh look. Það er að skoða sambandin milli landa í öllum heimsálfum, milli náttúruauðlinda gnægðar, eða rétt að sagt hversu háð löndin eru náttúruauðlindum sínum og hagvaxtar til að stíma niður. Og það er bara þetta sem vorum að segja, sem er tveikjað því sem við höfum gert saman, er að ef lönd eru of háð náttúruauðlindum og fara ekki nógu vel með þær, þá megist til þess að draga þvert úr efnahagslífinu og halda aftur að framföra lífskjara. Og það er bara heilmikið kenningabakkur á bak við þetta og svo tölfræðilega niðurstöður. Og kjarninn í því er að það dreigja saman í eina setningu þess að lönd sem eru of háð og náttúruauðlindum á kostnaðarlega þátta eins og mannaðins og félagslegs og nýttar. Að renda í því að hagvöxtur getur dregið saman bæði beint og óbeint og nei. Í gegnum staðvæn áhrif á bæði á stofnanir og einnig á uppbyggingu mannauðs og rafmagns og félagslegs eins og við munum ekki að runga áherslu á í þessu máli. Og beina áhrifin eru þessi sem við kennum venjulega með hollensku veikina í okkar heimshluta, að mikil náttúruauðlindarenta megist til þess að hækka raungengið á markaði og veikja þar með samkeppnisstöðu greina sem standa utan auðlindageirans. Og það er ekki bara raungengi sem hækkar, heldur einnig raunlaun sem eru kostnaðarhækkun fyrir fyrirtæki. Og svo er þetta alls konar óbein áhrif í gegnum mannauðinn og fjármagnið sem þetta fyrir gaman til fyrirtækja og félagsauðinn og þar með taldar stofnanir og innviðir samfélagsins. Og á slíkur hangir líka jöfnuður til dæmis og skuldabyrði. Ekki gerir jöfnuðurinn þessi að auðlindurnar safnast of háar hendur, að þá megist það til þess að mynda stétt og líkarka sem eru allir vegir færi. Við sjáum bara hvað er gerast í Bandaríkjunum þessa daga og það hefur að gerast til heima mörgum gengin ári sem margir hafa tekið eftir. Og svo geta auðlindir sem ekki verið stjórnað eru notaðar sem trygging fyrir ótæpinu og lántökum sem að dregur löndin niður, eins og það hefur til dæmis gerst í Mexíkó og víðar. Og mannauðsáhrifin eru þessi að ef halda það að dauður fiskur sem máli, að þá hafa menn að hafa skapið minni áhuga á lifandi fólki og höfðinni fyrir
að velta það og sjálfa. Og þetta bara gamlar sögur sem hafa verið sagðar í þessum greinum, ekki bara greinum okkur ekki, þetta margar annara. Og það sem nýtt í þessi sem við gerum núna meðal annars þar og við notum nýtt sem að ekki verið notum í þessu litteratúra og við notum gögnum bæði hagvísa og félagsvísa og þjóðmálavísa og stjórnmálavísa og svo tökum við eftir því sem var náttúrulega eftir að vera augljóst en enginn sem gert áður að ef maður að reyna að skoða efnahagsárangur landa og hvernig hann getur aukist með góðri hagstjórn og hvernig hann getur minnkað en það er ekki varlega með auðlýsíla til dæmis. Þá er alltaf betra að nota breiðari mælikvarða á árangur heldur en frumkvæmda. Og Human Development Index frá Sameinuðu þjóðunum er miklu breiðari mælikvarði heldur en landsframleiðsla eða þjóðartekjur. Og það er vegna þess að Human Development Index, við stundum kalla það velferðarvísindasamtök, er samsett úr 3 þáttum. Tekjum á mann af 1/3, menntun mannaflas af 1/3 og lýðheilsu, eins og hann mælist með landlífi af 1/3. Og ef það er rétt að náttúruauðlindir neyjast til þess að haldast í hendur við í öðru sambandi við að tekja á mann, það er sama auðvitt að kynna Human Development Index og þetta er ekki skoðað fyrir að við kynum í þessu máli sem við höfum flest. Og svo er það önnur tenging sem er þessi. Ef að gögnin segja okkur að það sé neikvægt samband á heiminum í heild, heimli auðlindagnæðar annars vegar og árangurs í efnahagsmálum til áskilin hins vegar. Getur ekki verið að það sé myndlisting annars og viðhælnari vanda sem við sá að það skortir fjölbreytni í efnahagslífið. Efnahagslífið er of einhæft ef það reyðir sig bara eina atvinnugrein sem oft tengt náttúruauðlindum og þá ríkisvaldskórum sem að þar hafa ráðinn í hendi sér. Ættum við þá ekki að vona á því að það sé hliðstætt samband milli skorts á fjölbreytni, það sé einhæfni eða fábreytni í efnahagslífinu og efnahagsárangursins. Og getur ekki verið þetta neikvæða samband sem margir hafa fundið, það milli náttúruauðlindagnæðar og tekna á manni, nú eða velferðarvísindum Sameinuðu þjóðanna, sé bara myndlisting ennþá viðhælnara sambands sem er þá sambandið, jákvætt samband milli fjölbreytni í efnahagslífi, það hafi ekki sín öll í einni körfu og árangurs í efnahagslífi. Þetta munum við skoða hérna líka. Svo eitt annað, að fjölbreytni í þjóðlífinu, hún er að tvennum toga. Það er annars vegar fjölbreytni í efnahagslífi og hún er bara nauðsynleg til þess að vernda fólki gegn þeirri hættu sem felst í að ein eða fáar atvinnugreinar nái að ráða lögum sem voru og ríkja yfir efnahagslífinu á kostnað annarra hagsmuna og stundum almenningsyfirvöldum. Skólastefnir eru verðskoðandælinga, ég þarf ekki að taka það. Og svo er heilsíðanmálefur sem er fjölbreytni stjórnmálalífsins. Og það er alveg hliðstæður vandi eins og þetta horfum við hér. Það er þörfin þessi að vernda samfélagið fyrir of miklum viðstöðum, of miklum völdum og fámennilega hlýtt næmt í stjórnmálum á kostnað almennilega borgara. Það er meiri hluta þeirra. Með öðrum orðum þörfin fyrir fjölbreytni í efnahagslífinu kallast á við hliðstæða þörf til fjölbreytni í stjórnmálum. Þetta er tvær hliðar á sömu mynd. Það er svona horfum gerð. Og það kemur þessi frasi að double diversification. Og nú langar mér að segja ykkur frá gögnunum, af því að ég sagði bara að þeir eru ný.
eða hafa ekki verið áður notuð í þessu hlutfæri 3000. Sameinuðu þjóðirnar hafa safnað gögnum Human Development núna í 30 árum og þau vega saman tekjuráðan og langlífi og svo ólíka framvísingvarna, annar horfir aftur í tímann og hinn horfir fram í tímann og bara að telja árin sem sitja á skólabekk. Og þessi gögn þetta sama annmarka háð eins og næstum öll önnur gögn sem hann notað eftir og möttur og tölvur og það að mæla þetta með arfengunum á input en ekki með afurðunum á output. Það segja að það ekki tekið neitt. Það ekki rétt að mæla það hvað og þessi mikið mörg unglinga væra á þessi árum sem reyður á skólabekk. Og eina fráviki frá þessu eru PISA-mælingar sem við og aðrir byrjaðir að nota aðeins í þessu samhengi en við gefum það samt ekki í þessari grein. Og svo kemur alveg ný fjölbreytni vísitala frá Dubai af öllum stöðum. Hvergi var jafn eindreginn áhuga á aukin fjölbreytni í efnahagslífi og minni ítökum oligarka, hins vegar London, Persaflóa og Rússland. Þannig að kemur ekki óvart að besta fjölbreytni vísitalan sem núna nýkomin til skjalar kemur einmitt frá Government í Dubai. Og þetta breiður mælikvarði þegar það tekur til fjölbreytni bæði í ríkisins eða uppsprettu þeirra og í framleiðslu fyrirtækjanna og í viðskiptum við útlönd. Það aftur í að við erum rétt að byrja að ná tölum ekki lengur aftur undir ársins 2000 og ná bara yfir 112 löndafnir sem 180 sem að vildi helst sjá í svona gamla mörgum. Og landist að telja fram til alþjóðabankans yfir 200. Þykir umfram þessi fjölbreytni endurspegling stærð landana líka? Stærð? Já, stór lönd síðan með fjölbreyttara og ef þú tekur Ísland hér þá það ekki mjög fjölbreytt en ef þetta Evrópusambandið eða Evrópu þá það fjölbreytt. Ég hef ekki hugsaði það áður en líka ekki rétt. Þá væri sennilega æskilegt að prófa það í fjármálum og leiðrétta þetta stærri landar. Ég hef gert það stundum með útlendasmiðsvæð. Þau eru alltaf herni í litlu löndum en stórum og þá býrum maður til leiðrétta útlendasmiðsvæðsvísindöðu sem að tekur þennan stærðarmun frá. Það gefur ábendingur að þetta var að prófa þessa vísindöðu. Það lítið í lægst í olíulandur og Angola og hægst í stóra landur í Kanada. Og svo kemur Þetta bara að maður segir þessi Afríkuríki, þau eru ekki lítil, við erum ekki alltaf að hugsa Ísland, svo Angola, 10 miljónar. Þau eru samt mjög einhverjum, þau eru mjög stór. Það sem að Bandaríkjum stór og Kína stórt og Kína núlægi á þessum hundana sem ég á þeirra sýningur og þannig að ég og svo það pólitíski fjölbreytni. Þar notum við nýja tölur frá Gautaborg, svo má það einhvern dag. Og það sem bara breiður mælingvarði á lýðræði sem tekur við af mörgum ólíkum hliðum lýðræðisins. Og þetta skjölum við 112 það vísir í Böðarhókarlistunum 171 land en þar með talin þessi 112 frá Dubai og það er svo 0 og 100 og þeir sjáum hvaða land er mest og hvaða land er hæst í lýðræðistunum hann og mestu mínúti. Og svo sjáum við mælingvarðan á lenguna eða ákveðina og það það sem við nú varum á 8 áður og finna alltaf áður, það var hlutdeild náttúruvísins í þjóðarauðnum á Svalbarðagossi
það mannauður og reynslu. Og svo notum við ástæðabokagögnum fyrirskiptingu og svo notum við dott frá World Values Survey tröst, þessi tröst. Það vært hlutfall aðspurðra sem segja að flestu fólki í Íslandi frekar en að maður fara varlega sem skiptum við flest fólk. Svo eitt enn. Og það lognum vísitala sem að bandaríska lögmannafélagið nýbyrjaði að leiða fram og verði ekki lengur aftur en 2012. Og þetta spyrja bæði almenning og sérfræðinga hversu traust það sé réttarkerfi og það þessi 8 atriði sem ég telt þarna upp. Og eins og við sjá á myndunum að hvað þessi vísitala þá lofa hún mjög góður. Það gagni sem hún getur gert í þjóðfræðinga til þess að rugla heitur sínum saman í stjórnmálafræðinga og félagsfræðinga til þess að búa til víðtækjari myndir af því sem það gerast í efnahagslífi. Og svo spurningar vísitalan, það þess að gegnsæðisvísitalan frá Transparency International í Læni stefnumótun. Og nú ætla ég að leiða ykkur í gegnum röð af svona tvíbíðum myndum, þar svo þið fáið tilfinningu fyrir lögumannum. Og fyrsta myndin myndin af hlutfalli náttúruauðs í þjóðarauðnum, náða 100 árs, og svo þessari nýju fjölbreytni vísitölu frá Dubai. Og þið sjáum tilskóla. Það ekki búin á. Ég skýrt viðurhafnandi samband, það sem meiri náttúruauður, helst í eldur við meiri einhæfni í efnahagslífinu. Og sjáum norðaustur og námyndum það tómt. Og hér gerum það saman við fjölbreytni í stjórnmálaflífinu, það segja lýðræðisvísitöluna frá Grindaborg. Og við sjáum aftur skýrt neikvætt samband milli náttúruauðsins og lýðræðis. Og þessi samband bæði vartæk í örfæðilögum og efnahagsstofuskilningi, það sýnir ekki sín ykkur vekk. En auðvitað getur maður ekki fullleyst neitt voldsbjörn og afleiðingu í tvívíðu samhengi til þess að miklu meira. Ég vil að samt að sýna ykkur fleiri svona tvívíðarmyndir. Hér kemur sambandið milli þjóðartekna á mann, það velti í Kaupmætti, á Lóðrættum ás, og fjölbreytni vísitölunnar frá Dubai og þið sjáum mjög skýrt uppfallandi samband og þið sjáum hliðstætt uppfallandi samband við lýðræðis á Lóðrættum ás og logaritma Kaupmáttartekna á mann á Lóðrættum ás. Það voru forstendur efnahagsleg eða pólitísk fjölbreytni helst í hendur við hægri tegn. Og þá spurningin þessi, en ég skoðum velferðarvísitölu Sameinuðu þjóðanna, sem eins og ég sagði áðan ekki með frekar heima á Lóðrættum ásnum sem myndum og það sjáðu bara saga endurtekur. Þannig skýrt uppfallandi samband milli aukinna fjölbreytni í efnahagslífinu og human development og milli lýðræðisvísitölunar og human development. Þetta er sama saga. Þegar það spyrst meira varið í hana af því að það er breiðari mælisbæði sem við núna til þess að meta árangurinn í efnahagslífinu og þetta er mjög lítið að ekki að gera það. Og sjáum við að þessi fjölbreytni mælisbæði í náðu sambandi hvorið annar. Það er fyrir löndum þar sem fjölbreytni er mikil í stjórnmálalífinu, það er fjölbreytni meiri í efnahagslífinu. Það er stjórnum við það að engin lýðræðisríki eða lýðríkjar með persónumála. Það er engin tilfæði. Og hér sjáum við svo sambandið milli náttúruauðs og human development. Það er mynd sem að kallast á við myndina sem sýnir fyrst milli náttúruauðs og tekna á mann. Og þetta er það sama myndin, þegar það meira var í þessa, það fyrir með betri mælingfæða á árangurinn í efnahagslífinu. Og fjölbreytni á sér ýmsar hliðar, ég tala diversification af annars bóð. Kannski að sérhæfing vitum við bara frá því
aðhaldsvitt og í kraftófur á dögum. Sérhæfing greiðir fyrir hagkvæmni, það er gefnum hæginn sem hafa mánaðarskiptum, en stundum getur verið of mikið allt í góða. Það er að segja ef sérhæfingin verður mikil og vöndin lenda í röngum vöndum og svo framvegis. Og ég vil búin að lýsa fyrir ykkur að það eru 3 tegundir fjölbreytnisbrot, tvær ökonómiskar og ein pólitísk. Og það er augljóslega að segja þetta mikil fjölbreytni, það er að komast hjá því að einu og mikil til bara einum geira eða á einum oft náttúrulegum tengdum afurðum, og sem það er olía eða eitthvað. En svo getur þetta líka verið fólkið í því að draga úr einhæfni viðskiptamanna. Sjáum það lítur gegna því að framleiða breytt spektrum af vörum en maður senur en bara einu á saman landinu. Ég taldi ekki að það er þessi þar sem allt getur farið í bál og brandvar en þessi vera. Og svo er þetta í öðrum sæti að það eru 9 mælikvarðar sem allt fyrir að gjaldurissjóðurinn einhverjum hefur að búa til. Og þá skoðar mann ekki fjölbreytni í þessum höndunarskilningi þannig í fyrsta tjálfislu. Heldur með því að skoða hversu flottmennurinn eru, þetta hátæknilegur eða margfallarnir. Og svo er það gæðin og svo er það fjölbreytnin í framleiðslunni. Og svo það er þessi pólitíska fjölbreytni sem alþjóðastofnanir það verður vel bara híkandi við að tala þó að sér við það á því. Bara að finna sem við það er ekki verið hjá. Og aukin fjölbreytni kemur sér fyrir árangurinn efnahagsmálum á tímalífið sem byrja að hafa. Eins og við myndum að segja að vera sín ykkur vendartíð. Og það eru að ég segja að það eru okkur góður fulltrúi til niðurstöðunar og tölfræðirannsóknum útlengjengina 30 ára. Það sem að reglustijónsaðferðum er breytt frekar en að tefla fram 10 í myndum eins og við erum hér. Og eitt enn áður ég hætti og langar að sýna ykkur hvernig jöfnum í tekjuskiptingu helst í hendurum við verðunarvísistöðu samfélagsþjóðanna. Við sjáum það auknum ójöfnuði frá vinstri til hægri, ekki lægri Global Development Index. Hér sjáum við saman með trausti, meira traust helst í hendur við að hægri velferðarnar að vísindum. Og við getum síðan skoða þetta bara með því að keyra referensjónur, annars vegar fyrir eða línunni og eins vegar fyrir velferðarvísindum. Og síðan hvort að efnahagsfjölbreytnin ekki lifir það að þurfa að standa við keppa við þjóðfjölbreytni í einni og sömu jöfnum. Það eru nátengdar þessar stæður eins og við sáum á það og kannski myndi músíkulega aðeins til velda því að önnur þess að líka fyrir hinni. En það gerist ekki. Þeir eru nógu sterkar til þess að lifa hvora aðra af í þessum einföldu reglustijónum. Og við sjáum það að efnahagsfjölbreytnin og hún er cirka 3 sinnum sterkari, þannig skoðum við bara að gera stuðlagildi. Í báðum jöfnunum heldur við en stjórnum af fjölbreytninni. En vandinn hér er sá, hér er túlkunin á niðurstöðunum. Og hún er ekki bara farga við ykkur tölurnar, hann er bara að lýsa niðurstöðunni og hún er svo. Það er tölfræðilega markað, þegar við sáum áður á tekjumdómum og allir því. Og þetta er líka efnahagslega markað í þeim skilningi að breyting á vísitölum 2, hvort þeim sem er EDI eða DEM, sem er innan eðlilega marka, helst í hendur við breytingu á verðunum vinstra megin, hvort sem það eru þjóðartekjur eða velferðarvísitala, sem er umtalsverð. Og það er það sem er átt við með efnahagslegri marktækni. Það er að segja að við erum ekki að tala lítil áhrif,
heldur umtalsverð áhrif. En vandinn auðvitað við svona regressjónsvinnu sá að við erum að tala kerfi þar sem allt eftir öll. Og það þar sem að við þurfum að skoða okkur vandum ekki. Og það þar sem að höfuðásarnir koma til skjalana sem einföld aðferð til þess að þjappa saman vandanum sem við erum að skoða til þess að geta sagt nýja sögu sömu gögn. Og má ég það kalla á einu gesti, Kilvi, ég var skemmt sæti. Já. Má ég bara að spyrja meðan að þessu skiptist það? Já. Því að nú hvað náttúruauðlindar innri breyta því leyti að ég því minni framleiðni sem í hagkerfinu þær eru verið hluturinn. Já. Þú veist, getið þið tekið til þetta? Já, það hægt bara með sofistikeraðri ekonometri og hefur verið gert. Já, en mun verður talað það hér? Nei, það er ekki pláss fyrir allt fyrir grein. Nei, það eru 12. Já, það er gott, svona hugsaðið hann en svo stóra myndin eins og ég sé hana er að við erum með þessi Afríkuríki sem eru fulla náttúruauðlindir með samt fátækt. Til að skilja það þá höfum við að ein skýringin er uppgálega frá Douglas North og svo frá Darwin Acemoglu og James Robinson það að svona hagkerfi annars vegar extractive, það sem að reyna að taka af hverju öðrum hefur með eitthvað þarna. Hins vegar inclusive, það sem að tækifæris að búa til einhver verðmætt. Og mann fyrsta blaðsíðan í bókinni How Nations Fail nefnir mexikansk Amish-torp Nogales. Það sem að helmingurinn fátækur, hann Mexíkó megin og hinum megin miklu meiri velferð Bandaríkjanna. Svo dæmi munin á tvenns konar hagkerfi. Þú getur borið saman Carlos Slim sem milljarðamæðingurinn Mexíkanski sem á einokkunar fyrirtæki og svo hinn megin Daniel Steve Jobs, Bill Gates og svona byggur til eitthvað. Og þetta tengist líka að grein eftir William Baumol 1990 það er að öll lönd hafa fólk sem vinnusamt og menntaða gert en það hvernig það verð lífinu fyrir eftir stofnunum samfélagsins. Og ef maður færist inn í Mexíkó þá lifir maður öðruvísi lífi en færist inn í Bandaríkjunum. Hvernig tengist þetta þá þessu værum öllum þá á punkturinn sá ef það eru mikla náttúruauðlindir þá eru meiri líkur á að vendum í extractive samfélagi eins og í þessum Afríkuríkjum. Miklar auðlindir kalla á það að fólk sem fæðist þarna reyni að eignast þessar auðlindir á þess að búa til neinn verðmæti. Og það fyrir svo eftir stofnunum samfélagsins. Það er einnig ástæðin Melem, að stofnanir nógu góðar, þá hefur við Noreg, þar sem að náttúruauðlindir búa til eftirspurn eftir öðrum atvinnugreinum. Þannig að það eru jákvæðar, en ef að stofnanir eru slæmar, þá kalla þeir á þessar eftirsókn og sjálftöku. Það er bara spurning, er eitthvað meiri lögleisa í löndum sem hafa náttúruauðlindir eftir löndum sem að minna það? Já, það er það sem við ætlum að sýna. Ok, svo getur sagt að Afríkuríkis hefur svona fátækt vegna þess að stjórnkerfi, þeir sem ráða, það eru fyrst og fremst að býtast hver á auðlindirnar. En svo er önnur kenning sem er svo að þessi nýlendur saman sem skiptir máli, að land þar sem að Evrópubúarnir fluttu til, fengu betri stofnanir heldur en hinn, þar sem Evrópubúarnir komu bara inn til að ræna auðlindum og þrælum. Svo munurinn á landum eins og Kanada, Bandaríkjunum og Nýja-Sjálandi annars vegar og svo með Afríku hins vegar. Svo það er annarkvort að þessar auðlindir búið til rentursóknar samfélag. Þessi stofnar eru veikast eða þá að þau séu á þeim svæðum þar sem Evrópubúar vildi ekki búa.
Svo það þá ytri stærðirnar eru þá auðlindir og hnattstaðar sem orsakar stofnanir sem síðan orsakar einhverja útkomu sem hann Þorvald var að fara yfir hérna. Já, þannig að það er extractive inclusive economy. Douglas North talaði rule 5 law eða rule of law. Það er rule... Ég ekki að segja að glæða þetta fyrir. Rule 5 law er þá allir fara eftir lögum og reglum. Rule of law er allir fara eftir lögum og reglum. Rule 5 law, þetta er að lögin eru sett til þess að hyggla annar. Það bara ekki núna, menn það er virkilega að færa sig yfir þegar að þessir stóru businessmenn allt í norðin eftir hluti af ríkisvaldinu. Það er voðalegt. Ok, þannig að þessi renta, hún getur orðið til vegna náttúruauðlinda en líka vegna fákeppni eins og Mexíkó og Carlos Slim og þannig að við höfum hérna A.J. Marley Roberts var með þetta og hér höfum við nýlendisöguna og svo heldur áfram. Þannig að snabbt að það getur skipt máli. Því sem hann er nær miðbaug þá var ólíklegt að Evrópubúar taka því bókfestli þar. Þannig að það er einn ytri stærðin. Það er ömurlega ytri stærð. Kongo er Kongo. Kongo er það sem Kongo er. En síðan er það náttúruauðlinda í heildarauði. Það komum við að þínu punkti. Já, það er ekki eins fótt hér í tilstæði. Þetta er yttirstæðindar og síðan er fullt af stofnanastæðum hérna sem við getum mælt. Það mjög margar og það sem við gerum er að draga upplýsingarna saman í frumstaftur, principal component. Ef við gerum principal component á þessar stofnanabreytur, þá er fyrsti frumstafturinn útskýrir 64% breytileikans í fylkinu. Þegar fylkinu hefur að þessu land, hvað er mörg land að henni? 112 land og svo 1, 2, 3, 4, 7 breytir það. Fylki er 112 sem 7. Þá ef við lítum bara fyrsta frumstaftur hérna sem skýrir 64% breytileikans og sjá því ein vektornum er viðaði með jákvæðan stuðul og hérna complexity með jákvæðan, diversification með jákvæðan, Gini með neikvæðan, rule of law jákvægt, transparency jákvægt, trust jákvægt. Svo PCA, fyrsti frumstafturinn, mælir þá stofnana gæði. Svo erum við þá með eina breytu í staðinn fyrir að hafa alltaf þessar glærum þarna á það. Þá erum við bara með eina breytu sem mælir gæði stofnana. Svo getum við tengt hana við sem svo breytir funksjónar á þetta. Já, sem summer á þetta hérna. Það er fallarinn sko, þá bara fyrir sko með plusstöðu í fyrsta bákum eða negativ næsta. Já, ég myndi. Þannig að jöfnuður er jákvægt og jöfnuður er neikvægt. Ok, þetta var það. Hérna annars frumstafturinn, hann er hérna, þetta er Kína, sem er með ekki lýðræði, efnahagslíf sem er ekki rule of law, ekki transparency, en það er samt hérna, hagkerfið er það virkar. Ok, svo við höfum áfram. Þá ef við keyrum, hvað var þetta? Já, þetta er þá hálfstærðirnar, framleiðsla á mann og Human Development Index sem falla á stofnunum. Og svo eru stofnanirnar falla á þessum ytri stærðum, þannig að hérna er hnattstaðan og náttúruauður hefur áhrif á stofnanir og stofnanirnar hafa síðan áhrif á framleiðslu og human development. Það sjáum við að eftir því sem maður er fjær miðbaug, þá er stofnana umhverfið betra. Eftir því sem náttúruauðlindir eru stærri hluti af heildarauð, það er stofnana umhverfið verra. Og góða stofnanir síðan hafa jákvæða virkni við þessar ting. Er eitthvað skýring með þetta fjarlægt að snúast þér hraðar eða? Það var hérna... Þú sjáttu öðrumkjöna? Nei, það er ekki þannig. Það var hérna...
Fyrsta greininu þetta var hún leit á einhver samfunnar í vatni. Ég get skotið inn á milli að Lee Kuan Yew sem landsfræði Singapúr, hann sagði að hans fyrsta verk þegar hann var kjörinn til valdarinnar var að innleiða loftkælingu í allar opinberar byggingar. Og hann sagði kalt loft mikilvægasta auðlind okkar í Singapúr. Og ég var nefnilega einn þátt sem skýrir það hvernig Singapúr gat á 50-60 árum breyst úr því að það er fátækasta landi í heimi eða verið ríkasta landi í heimi, þá var það loftkælingin, sagði hann. En sko, það var einn flott grein aðþjóðan, rannsókn. Hún leitaði á dagblaði London á 19. öld. Það var fyrst hversu margir deyja á malar í hverju landi sem að tilheyri breska heimsveldinu. Og þá fólk sem las þessu blöð, það ákvað síðan að flytja ekki til Mið-Afríku því að það var hættulegt. Og Bretar fluttu ekki til þessa landa, en þeir fluttu til Kanada og svo framvegis. Það er síðan beinfylgni á milli malaríudauða á 19. öld og velferðar í dag. Þá er maður að segja að Evrópubúar tóku með sér sín gildi og stofnanir til nýlendmanna. Þetta síðan orsakaði hagvöxt. Bandaríkin urðu heimsveldi vegna þess að menning og stofnanir Norður Evrópu. Afríkuríkin gerði það ekki. All right. Já, hvað er þetta? Já, þetta er þá beintengsl á milli stöðu og framleiðslu og dýraafnæmingu. Það er bara komið. Jú, þetta er alltaf sama saga. Og hér er það bara... Getur ekki rétti við þetta? Já. Manningin. Nei. Bara punktur er svo sami áður, sko, að breytingar í stærðunum hægra megin kalla á að haldast í hendur við umtalsverðar breytingar á stærðunum sem við viljum skýra sem er þjóðatekjur eða afhengir. Þetta þá einhverju leyti skýring á þessna mikil hagstæð í Ísrael með að við löndin í kring. Hvað? Í Ísrael? Já, einmitt Ísrael, það er gott dæmi. Það eru Evrópubúar, gyðingar frá Evrópubúar að koma með sína stofnanir. Það er lýðræði, það er lögréttur, það er hvergi kring. Svo það er gott dæmi. Já, ef þú værið partur af konungsfjölskyldunni í Sádi-Arabíu, værið þú hlynntur lýðræði? Nei. Hér sjáum við svo aftur sambandið milli stofnanabreytinna sem að Gylfi var útleiða og teknáman og Fyrsti frumþátturinn og öllræðvísindarinnar og hér kemur það sama fyrir fjarlæðina frá miðböð og stofnunum, haldast í hendur og svo sambandið milli náttúruins og stofnar. Það við sjáum þetta alltaf sama saga. Það er engin álægir í þessu numri. Þetta er alltaf saman partur af munnstík. En hvernig svörum við Arnaldi þarna áðan þegar hann segir að það er bara til aðferðir sem við erum nota til þess að neutralisera þessi staðreynd að náttúruauðindi sem við notum smitist en eru að hluta til innristæð, að þetta er hlutfall af innristæð. Það er ekki vandi. Og þá er bara komið að draga þetta saman. Maður hugsaði um Ísland, hvaðan koma stofnanir okkar á menning og Danmörku væntanlega. Þá erum við heppin að því leyti að Danir komu hingað með, má segja þetta, þeir komu hingað með sína stofnanir. Og þeir komu líka með frumkvöðla. Ég held að Faxa á Ísland einkennist af
dönskum frumkvöðum. Ég get bara sagt þetta í lokuðum rúmi. Þetta er tekið upp í það kannski. Okay, Thor Jensen. Eða Bílutökkar getur það við, sko. við það þú margir sko sem komum frá Danmörku sem voru litlistöng fyrir okkar ennast og þá breytaði líka menningulandsins að það í viðskiptum sé respectable. Þess vegna McCloskey með þá hugmynd að það ekki bara stofnanir, þetta er líka menning landa sem ræður því hvernig við verjum lífum. Og menn líka sko. Norðmenn líka sko, hvað við og sýtlega og... Þannig að það verður respektfúl að vera í viðskiptum. Það sé ekki bara gamla íslenska menningin eins og ég skil hana á fyrir öldum að það sé reyningarvert að vera læra á latínu og grísku og læra til prest í Kaupmannahöfn og svo sem að er allt í lagi sko að gera en það lyftir engum landum upp. En þessi viðskipta hugsjón og menning kom auðvitað til okkar sem að er þá eitt dæmi það hvernig þetta pyramiðslanda Ísrael nýtur evrópska stofnana og menningar og við gerum það líka. Hvernig fer það því hins vegar svona maður hugsa út í þetta að stofnanirnar eru mikil undirstaða og það getur allir séð sem hafa lesið bókina hérna til dæmis og sem segir sko. En hvernig fer það því að þetta lönd sem eru standa illa og eru kannski í þeirri situasjón að vera með ólígarkar sem ráða yfir auðlindum og hafa mikil pólitísk ítök. Þetta fólk stendur kannski eðlilega gegn því að breyta stofnunum samfélagsins því það er þeim í óhag. Hvernig ætlum maður að, ef maður hugsa út í það, ef það væri einhver markmið að reyna að styrkja stofnanir samfélags í slíkar aðstæður? Hvað er þér á? Það er einmitt vandinn. Já. Það er ekki þróunarhjálp sem getur hjálpar. Það er ekki þróunarhjálp sem getur hjálpar. Það eru hagsmunir ráðandi afla. En sagan er það mjög skýr sko. Já, já. Og það er bara eitt frasi sem lýsir þetta að land er í fólk. Það er? Land er í fólk. Já. Ef að böndum hefur tekist að sölsa undir sem allt landið og gera smábændur að leiðurinn hjá sér og stærra hlutarlega sko 1000 bændur á beinna landeganda. Það þá bara gera lýðræðislega stjórnvöld það, þau skipta landi prósegana upp á milli smábændana. Það er svona sem að Suður-Ameríka náði að verða það sem hún er. Það er mikið framför frá því sem hún var. Og það er þetta sem Evrópusamband er að tegja sinna til að byrja að gera upptæka snekkjumnæmiskorti hjá rúsnarskólingur. En til dæmis sem það er annan land sem er í fyrir á. Já, fyrir. Magnús Olsson hafði orðin sem er stationary bandit. Stationary bandit sem að taka auðlindir landsins. Kom í veg fyrir allar stofnanarbreytingar. Á einn breytingar yfir ykkur? Yes. Nei, er alltaf að tala vídeo. Vídeo er í lagi. Nei, hann er alltaf að tala fjölda. Þetta er maður sem er fylgjandi að höfðu alls sem ég stendur á þig. Já. Og principal component er í mínum huga hrein rúmfræði öll. Okay. Þannig að það er sko að taka fyrst við og það er sko sjóvíski þáttur og getur principal component þetta. Og ég veit að nota það ásar í staðinn fyrir það. Já. Þess svo er líka til aðeins sem er faktoranalýsa og það eru þættir. Það að sko velja faktora er sko einhvern svona tömsöðið. Þú veist að þetta með sko mjög margar breyslur og þá mælir og þú ætlar að ímyndar að alltaf mörgur breytur að þær sé verið sinni bara mælinga á örfáum fattum. Já. Þá er það sko og þetta er svolítið svona lík og sem er sko finna sko aðalfattin en því að reikna principal komponent ásökt það fyrsta principal komponent sem hefur stærsta eigin þegar það er ekki vilt fyrir það og 64 og þetta er sko ólíkt teknilega svo er hérna sko var að sérstaklega við hérna ísækununum þær eru sko illa samblöður að kalla og það er ekki að lesa sem Inge Henningsen og Sven Kræmi skrifa þær þetta sé bara var sem þetta er þetta saman bara við skóla og það myndi landa og það bara vita náttúrulega sko hvað þetta þú veist að bera saman og svo með Gini-stuðurinn að í löndum þar sem að sko og maður fólk lifur kannski sem heilbygg getur eitthvað næstu sem lifur heilbygg 50 ár
og margir velja kannski það að vera fyrstu 10 árum með neikvæðar tekjur. Og svo sá einhvern kostningaborðinu sá einhvern svona rauða mann, þessi vaxtahækkan, það býttur ekki að vera fólki sem er komin yfir miðjan aldur. Það var alltaf þessi sem byrjuði með neikvæðar tekjurnar fyrir söfnuðu skuldum og þessi síðustu 10% dægur, þessi 5 ár, 65 árs 40. Þá eru þeir með fjármagnstekjur sem þeir eru búin að okkar skuldum. Þannig að gínustuð þá var ekki móta ef að breyta sem að mæli getur orðið neikvæð. Það er bara á maður ekki að gera. Það er svona flestur sem fólk skilur tekið það. Svakalega breyfstefni með tekjur en með eignir og það alveg fattast við það. Og fólk er með neikvæðir eitthvað lengi. Og svo er svona með löndin ykkar. Þá er fjölbreytið, hún er gættileg. Þannig Kristján IV, Danakonungur, veitti hollensku skipverðinu sérstaklega skattaafslátt þegar flytja til Danmerkur og Noregs. Íslenska aftöngin afþakkaði. Vildi ekki þá. Ottómanveldið, tyrkneska, það stuðlaði að því að flytja hægt fólk til Ottómanveldisins sem var fólk frá Sirkasíu, það sem var svona mikið vinnmenning og gyðingar til Ottómanveldisins og þeim að Ríkisdóttir þess að það Sýrland og Ísrael og alltaf og Sirkasíu fólki og gyðingar og kristnir þurftu í þessum löndum ríkari heldur múslimar sem voru fyrir að þeir bara kunnu meira þegar þeir komu. Og þetta alltaf öfnsykju og orðu og koma á þessu land. Það eignarreitt og svona dómstólum það virkar. Holland fór fram úr Spáni á 16. sekundum aftur fundið dómstól og eignarreitt. Þannig að þú tókst lán og borgaði ekki þá kannski það þessu dóm. Það er frákvæmt dæmi allar með Spán. Því að Spán átti í Suður-Ameríku, mest allar, og tók gullið það. Það er einmitt svona mikil áhrif að gullið fór til konungsfjölskyldunar. Þannig að það var engin breyting þar, engin hagvöxtur, bara verðbólga. En þeir tókst að fjármagna einhverja herleiðangra, en Holland hafði ekki og Bretland hafði ekki svona yfirvendur. Ef þú ætlar að fjárfesta og fólkis að reynda Spánu og peningi sinn. Ég borgaði alveg því að ég búin að vinna stríði þetta næst. Þannig að ef þú varst í Hollandi og ætlaði að fjárfesta að þá fór bara á styrla borgaði að fólk fyrir dóm. Þannig að þetta er orðið menning og hann Morgan Sullivan frá Austurríki, hann hefur sem trúarbröðin að gera að þetta sé WASP, White Anglo-Saxon Protestant, það sé þeir sem það var stafnað með reiklarrittir og vinnuð siðferðið, þessu með öðu þeir. Það er spurningi í þessu samhengi, að ég er að lesa, hann ekki alveg nú með mjög áhugaverð bókum Arðrán Greta á Írlandi. Og það er komið með stofnarins en Arðrán hafa alveg stórkostlega. Það verið skoðað svona í því samhengi þessar, hvort að innverðinni koma vel út eða illa út eða hvernig það er Írland. Það er svolítið margir, Já, í hagsögunni þá held ég að nýlenduveldi Bretlands ekki talið orsök þess að yfirbyltingin var í Bretland eða gerðast það. Það var aðeins þessi sem var orsökuð það. Það mögulega þetta mátti segja að Bretland var með svona neikvæðna vísfórsrentu af því að þeir voru í sífellu styrjölda við Frakka. Þess vegna þurfti breski kóngurinn alltaf að gefa eftir völd til þingsins. Svo var til þingræði og lög og réttur í Bretlandi. Einmitt vegna þess að þeir voru alltaf eða peningum í styrjaldi. En já, Indland, ég veit ekki nóg mikið mynd það. Það er svona sagt til að þessi bókinu eitthvað sem í bókum það voru geografið eitthvað, það er fyrir massið eitthvað. Þá voru hann segja að það nýjöndusti breyta á 19. Það er verið að þeir fáránlega arðverð. Það er einu svona herðar átökjum og Já, við fávistum að þurftu til þess að herða mann. Það er svona bara með svona litlu mútjönd til hermála. Gátuður fengið mitt í viðskiptavísað og það er reynt að endurtaka þetta. Margir aðeins og ekki tengt, þannig að venjulega stýði bara hvort það. Við góðum þetta alltaf að segja þetta. Nei, þetta er jók. Það voru frá fín spurning á það sambandið milli laga og réttar annars vegar og náttúruauðlinda meira hins vegar. Og ég svaraði ekki að því ég myndi ekki hvort að myndir eftir að koma. Ég sé að hún kom ekki. En ég get svarað fyrir til myndir var við skýrt að gögnin okkar leyfa okkur að búa til myndir alveg sem það sem við sáum áðan. Sýna annars vegar skýrt og verðlegt í ákvæmt samband milli
laga á réttar eins og bandarísku lögfræðingar þarna í lögfræðingar, annars vegar og fjölbreytni í efnahagslífinu hins vegar og að sama skapi skýrt neikvætt samband milli laga og réttar annars vegar og náttúruauðlinda meðarinnar eins og við meldum hana hér. Það er ekki tilhæmd til að setja þessu lindir inn í þennan texta, en það er full ástæða til þess að halda þessum fundum til haga, vegna þess að þessi laga og réttarvísitala hún er þannig að þetta samband milli laga og réttar þess að tekja þetta sem við nefndi, það er ennþá skýrara og réttara heldur en í samfélagi. Og af því dreifðu áleitum að þessi laga og réttarvísitala frá Bandaríkjunum ná einhvern veginn betur utan ástandi sem við erum reyna að mæla heldur en sluma sína vísitölurnar eins og vísitölurnar traust eða jöfnur. Það er fyrir ábyrgðinguna. Maður sem var svolítið að vinna í Líbanon, ég spurði hvernig værum það. Hann sagði svona, þeir eru ekki eins pólitískt þorskar eins og við þér. Við tökum svo eignarréttur, landslög og reglur, það virka ekkert mjög vel þar. En svona hinum megin landamenn í Ísrael, eins og það virkar þetta mjög vel og ég held að besti og hópur Ísraela síður Sýrland. Það sé það svakar mættur á Sýrland og Jemen sem að búa í Ísrael og þeir hafa tekið upp og öðruvísi stofnar, þannig eignarréttur og dómstólar og það virkar þar. Það virkar þar miklu verð. Þetta er það. Ekki við. Ég er að melta allt það sem maður hefði búin að segja núna. En helmingurinn að vitla, sko. Mjög gagnlegt. Og en kannski vel okkar land í þessu samhengi að við höfum og krafta, annars vegar það frumkvöðla kraft sem við sjáum í fyrirtækinu. Hins vegar þetta miklu auðlindir og það er svona tógast á svo stundum finnst manni auðlindarentan verið orðin of öflug sko því að verða til of mikið rennsókn. En við höfum eignarrétta á henni en þannig að þessi tveir kraftar sem finnst við á hérna. Hvað heldur við sko, nú hafið við að skoða stofnanir og þið talið Noreg. Noreg var hafið náð því að vera með olíusjóð, mikil auðæfi. Nú hefðum við dæmi olíusjóði í mörgum öðrum löndum og það virðist vera að olíusjóði verði að vera þannig að það er mjög skýrar reglur það hvernig sé greitt inn í það og hvernig sé tekið út úr það. Hvað megi og hvað megi ekki. Og það er freistandi að saman sér, gæti við haft einhver áhrif á stöðumál á Íslandi með til dæmis að vera með auðlindasjóð af norskri fyrirmynd. Myndi það höfum við það sterk bein hér, höfum við það mikinn agaleysi hjá okkur það sterkt að við gætum ekki ráði við að vera með slíkan sjóð. Og hvaða máli myndi það skipta fyrir okkur ef við myndum reyna að fara þessa norsku leið að vera með þessar sterku stofnanir sem að leyfa ekki auðlindagnóttinni að skemma samfélagi. Það heldur við svona við skulum tala Ísland. Ég veit ekki svarið. Nei, ég veit það hendur ekki. Ég veit það. Þú veist það. Það er gott. En til dæmis, þegar við að tala að leggja kafa til Evrópu til að selja orkuna, þá myndi hagfræðibókmennina að segja, það er góð hugmynd vegna þess að við erum hlutfallslega yfirbyrði í að framleiða orku, við flytjum hana út, byggjum svo eitthvað annað inn í staðinn. Auðvitað aflengina því er að landbúnaður eins og garðyrkja, grænmetisrækt og annars til ekkert af, og borga hærri reikning í hverju mánuði fyrir orkuna. En við myndum fá meiri tekjur af útflutningi á orku. En ég er alveg viss það. Ég virðist það var ekki tekið. Að þá myndi þessi rentusóknar element koma inn að útflutningsfyrirtæki, landsvirkjun, væri selt einhverjum pólitískt tengdum. Þessi gríðarleg renta sem að einhverjum fámyndu eiga og sem færi vantarlega á landi og eftir staðir hérna sveitirnar í sveitum og eru auðar þá.
Þannig að þetta er svo hagfræðin segir, þetta er gott sko, en í raun myndi það vera slæmt vegna þess að þetta er svo. Þegar hún er ekki út allt. Ekki bara í þessu, þetta er líka í fákeppnisfyrirtækja. Það er allt. Norska sagan sveit sem að þú er mjög merkileg fyrir Hálsvögg. Að það er bara einu manni að þakka hversu vel þetta tókst í manni. Og hann hét Jens Evens. Hann var ráðuneytisstjóri og hann skildi málið alveg frá byrjun. Þannig að öll flöggin, öll löggjöfin og allt saman var tilbúið og frágengið áður en fyrsti olíudropinn var dreginn af hafsbotni. Og ég vekni fyrir því að það sé reynt stytta olíu Noregi, bara sem helsta embættismann í Evrópu allar eftir því tímann. En við til alveg það strandaði. Það strandaði á því að Arne Treholt, sem var frægur njósnari Rússa, var undirmann Evensens. Og þess vegna kemur stiftan ekki til greina að svo stuttur hvað sem síðar verður. En sem sagt að orðið sko olíugreiði er ekki til í norskum orðaforða í almennri umræðu þar. Og það er bara Jens Evensen að þakka. Ég er nógur af þessum gæjum núna sem að ganga í dýrum jakkafötum og út af þessum sjókvíamálum út allan Noreg. Þessar tendensin er þar alveg sami eins og hér. Nema það var Jens Evensen að taka allir slöpp í olíukrísunni sko. Ég múst standa á öndinni 40 ár og segja að mér ekki horfa til Rússlands þegar við skipuleggja fiskveiðistjórnina hérna. Horfið til Noregs. Það var því mér ekki. Þessi nýlega grein sem margir að danskur hafðing skrifað. Hann segir það í þess að þessi norski olíusjóður sé að olíuflutningur afglöp og kostið peninga en maður ekki argument. Ég er að sáta á það, þetta er slófusandi, þegar mér ekki með losa gömunda og annar kom þetta með sko sæstillin, þetta er þessi feinir ógar í að íslenska orka og íslenska er bara svo lítið. Ég veit ekki. Þó allt sem væri orka, og virkilega þetta væri lítið alveg í bótt, þá möttu það ekki dura eitt þriðja sjálfandi. Men þetta er ekki orka til að segja, það er bara þessu. Þetta er svona tekið fyrir okkur að gera svona. Nei, þetta er svo lítið orka, það er svo miklu mest að koma, það verður svo miklu klára bara á mótan ekkert eitthvað að segja að búa til koltvísýring og selja gróðurs eða eitthvað frá þess. Byggja gott álfið og við höfum kannski alveg sko, það er bestu batterið. En þess að sko en ég hef verið að sko vissum að tekna þetta til þess að sko jarðstrengi og til þess að jarðstreng var því alveg aðfær, þá taktu sko bara einhverja orkur sko sem er sko til þess að bandur. Alveg sæstrengi. Fleiri sem vilja koma með athugasemdir? Spurningar? Þetta fyrir að tala þennan olíusjóðin Noregi og að tala getur Ísland ekki gert það og þið tengir það við sögu orku. En hvað með svona sjóð sem þessi svona grunnhætta fiskveiðum og svona myndi gangi í og af ferðamanna innanum sem að kærast hvað? Það er ekki hægt skattleggja það og setja í svona sjóð. Jú, það er rétt. Já, þú ert að ákveða hver endan er og hvernig á að gjalda ekki að fyrir annan. En þá komum bara að hversu sterkar stofnanir eru hérna að eru það nú sterkar til þess að gera svona hluti sem koma þá illa við suma sem er mjög voltvíkir. Hvað segir vil ég segja eitthvað að lokum? Ekki. Það var bara þakka fyrir.